Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við erum hérna með 1000 manns í Íþróttahúsi Keflavíkur á starfakynningu. Já, hér eru margir ungir nemendur frá Suðurnesjum að kynna sér hvað gæti orðið þeirra framtíðarstarf. En það meðal efnis í þættunum en líka margt fleira. Við ræðum við hálfgerðan fjölmenningar stjóra Reykjanesbæjar, unga konu sem tók að sér starfverkefni stjóra fjölmenningamála í Reykjanesbæ, búin að vera í 1 ár. Það eru jú mjög margir innflytjendur sem að búa á Suðurnesjum. En við ætlum að byrja þáttinn með Tím Auði, auðarliðinu úr Reykjanesbæ. Þetta eru unga konur sem að gera ýmislegt skemmtilegt, hlaupa, ganga á fjöll og safna peningum sem að þau láta renna til góðra verka í samfélaginu. Komið með okkur og hittið þessar konur á Library í Keflavík. Segið mér nú stelpur, hvað Tím Auður? Tím Auður góðgerðarfélag sem var stofnað árið 2013 til minningar mömmu mínar og systra okkar, við erum 4 systurnar. Og hérna minningarsjóður Auðar Jónu Arnardóttur. Og við höfum verið að styrkja ýmis málefni sem að við koma krabbameini. Bæði einstaklinga og félög og stofnanir í gegnum árin. Hvernig hafið þið safnað peningum? Með til dæmis peysum, merktum peysum, seljum auglýsingar og við höfum hlaupið í Reykjavíkurmaraþoni, við höfum haldið golfmót og við höfum framleitt golfkúlur og buff og ýmislegt fleira sem við höfum notað til að safna peningum og svo hafa bara, þeir sem eru stelpunar í hópnum hafa verið rosa duglegar líka að leggja sitt af mörkum og þannig að við höfum gert ýmislegt, við höfum brallað ýmislegt þessi ár. Allt vanir hlaupara? Nei, alls ekki. Nei. Við höfum bara sumar fara og labba eins upp á fjöll og ýmislegt brallað að fara í Berlínar maraþon, náttúrulega mikið hlaup þar. En það er ýmislegt. Við erum bara að peppa kannski hvor aðra í það að vera bara aktívar og vera þakklátar fyrir að hafa heilsu til þess að geta hreyft okkur. Og þetta búið að vera ansi stórt ár hjá hópnum, það búið að gerast ansi mikið. Já, á þessu ári erum við bjuggum við til þessa fínu bleiku peysur og við framleiddum líka herrapeysur og söfnuðum peningi gegnum það og svo barnapeysur. Þannig að það er búið að vera mikið í gangi í kringu það allt saman og hlupum svo í þessu í Reykjavíkurmaraþoni. Og víðar, eða ekki? Jú, bara við hlaupum í þessu hvert tilefni og svo postum við myndum inn á hópinn og þannig að við erum allstað bleikar þar sem við getum og svo framleiddum við á golfkúlur fyrir þá sem eru í golfinu og buff sem við erum með á höfðinu. Þannig að þetta er búið risastórt ár og eiginlega stærsta árið okkar bara. Í við skoðum fjöldaverkefna og umfang. Og í gönguferðum, í útlöndum og hátt upp í fjöll? Já, hátt upp í fjöll. Það fór partur á hópnum Mont Blanc og þá var einmitt gert bara að gripið tækifærið og einmitt safnað með því að fá nýja bóli og fá þannig styrki. Já, það er ýmislegt sem við bralla og við bara viljum vera sýnilegar og vekja athygli á þessu. Og í Berlín svo líka, voru þið margar það? Þær voru, 12 eitthvað, já, það voru strákar líka sem voru með. Já. Og þannig að það er bara svo skemmtilegt einmitt þegar svona minni hópar líka taka sér saman og peningarnir fara allir í Tím Auði sem að lætur svo gott að sér leiða í samfélaginu okkar og við höfum verið að styrkja einstaklinga sem eru að berjast við krabbamein og það er oft þannig að fólk hefur ekki í marga sjóði að leita og við höfum styrt nokkra einstaklinga í samfélaginu, við höfum styrt ljósi mikið, við höfum styrt krabbameinsdeildina í LV, þannig að peningarnir fara á bara mjög góða staði. Deildina líka HSS. Og núna í dag, hvað eru það að gera? Nú erum við bara að fagna og bleika deginum og bara taka hann all the way. Þannig að við ætlum bara að byrja því að hlaupa, taka hérna smátt svona létt skokk
og koma síðan aftur inn á library og fá okkur svona bleikt bubbles aðeins og smá svona mat og drykk bara og bara gleðjast. Léttur fössari. Já, og þessi tími og bleika slaufan og bleikur október, þetta var auðið svo kært og ykkur fjölskyldun allri. Þannig að þetta eiginlega bara svona, þú veist, maður fær bara kökk í hálsinn þegar maður talar þessa hluti á þessum tíma. Þetta allt svo fallegt og bara sjá alla í dag klædda í bleiku, hvort sem það voru kallmenn eða krakkar eða stelpur, þú veist, það er bara allir með og þetta bara ótrúlega fallegt verkefni. Anna, hér mikill fjöldi af ungmennum, eru þau öll að leita draumastarfinu? Já, ég gerir ráð fyrir því, ég vona það. Þetta allavega ætti að opna augu þeirra fyrir ótal möguleikum sem í boði. Og ég held að hérna fá þau tækifæri til að sjá kannski hversu mikil fjölbreytnin og líka bara kynna sér óvenjuleg störf sem maður heyrir ekki oft af og alls konar skemmtilega hluti. Hvað verið að kynna cirka bát mörg störf hérna? Þetta eru rétt 100 ólík störf, 120 manns sem að kynna og þetta eru svona tæplega 800 nemendur sem hafa komið hérna í dag. Og þetta ekki fyrsta skipti sem að gera þetta? Nei, þetta ekki fyrsta skipti. Fyrsta kynningin var haldin 2012, ef ég man rétt. Síðustu 4 ár hefur hún verið haldin á hverju ári. Og þá í gegnum sóknaráætlun Suðurnesja. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum í rauninni stendur fyrir þessari kynningu, en þekkingasetri skipuleggur hana. Og finnst þér þetta vera að bera árangur? Ég held að þetta gerir það, já. Maður sér það kannski ekki alveg á stundinni, en allir sem að þessu koma eru ótrúlega jákvæðir gagnvart verkefninu, bæði þeir sem að kynna og líka skólafólkið. Og maður heyrir bara góða hluti frá nemendum. Þeim finnst þetta skemmtilegt og áhugavert og markmiðið með þessu var í rauninni að tryggja öllum nemendum á Suðurnesjum sömu starfsfræðslu allavega þessu litla leyti og þetta gerir það. Þannig að ég held að það geti ekki annað að skila árangri. Hvernig líst ykkur á að verða flugmenn? Það er bara draumur, sko. Í alvörunni? Já, það er bara eitthvað sem alltaf athyglisvert og allt það. Svo þetta er eitthvað sem alltaf bara mjög skemmtilegt starf til að vinna við. Og býrðu hérna á Suðurnesjum? Já, Þá er þetta mjög þægilegt? Já, miklu styttri vinnudagurinn. Ertu búin að ræða við hana Sonju Kjartansdóttur flugmann þetta? Já. Hvað sagðir henni, Sonja? Ég sagði henni bara hvernig hún ætti að verða flugmaður, læra atvinnuflugmanninn og já, láta draumana rætast. Ég vil vera flugfreyja. Og varst að kynna þér það? Já. Hvernig líst þér á? Vel. En þú? Já, það vera flugmaður. Já. Er þetta skemmtilegt starf? Já, mér finnst það. Mjög spennandi og rosalega fjölbreytt. Það er svona það sem skemmtilegast við þetta, hversu fjölbreytt þetta er. Var þetta draumastarf hjá þér sem ungri konu? Nei, ég get ekki sagt það, en ég er mjög ánægð að hafa endað hérna. Hvernig gerðist það? Myndirðu segja okkur það? Það var eiginlega bara algjör tilviljun. Ég bara heyrði af þessu og þekkti manneski í þessu starfi og ákvað að segja um. Er kvenþjóðin orðin svolítið meira í tollgæslunni heldur en var áður? Já, ég myndi segja það. Við erum alveg orðin þó nokkra núna. Ég myndi segja að þetta væri alltaf að verða jafnara og jafnara. Er þetta mest strákar að koma til ykkar? Já, við viljum sjá fleiri stelpur. Það er alltaf gaman að fá þær inn. Hvað er þetta langt nám ef maður vill vera rafvirki? Þetta er svona 4-5 ár sem og býður mikla möguleika varðandi áframhaldi menntun, framhaldi. Og þið vilt að sækja þetta hérna á Suðurnesjum? Algjörlega. Fjölbrautaskóli í Suðurnesja með mjög góða menntun og í dag eru 20 manns í grunddeildinni og bara gaman að því. Þáttaröðin Suð með sjó hjá sjónvarpi Víkurfrétta heldur áfram nú á haustdögum en fyrsti þátturinn verður mánudaginn 21. október. Við hittum Njarðvíkinginn Ingu Karlsdóttur en hún flutti unga árum til Kýpur og hefur þar meðal annars rekið grænmetis veitingastað. Hér kemur stutt brot úr þættinum. Inga, hvað kemur upp í hugan þegar þú ert komin hérna á þitt æsku heimili sem ungur Njarðvíkingur? Bara skemmtilegar svona minningar og ég verð bara að segja það, ekkert leiðilegt. Ekkert leiðilegt. Var gaman að vera krakki í Njarðvík á þessum tíma? Já, mjög gaman.
Það er mjög gaman, maður var svo mikill villingur og flestir voru villinga með manni. En hvaðan kom þessi hugmynd hjá þér að fara út í grænmeti? Fannst þér vanta hérna? Fannst þér vera tækifæri? Já, mér fannst það vanta af því það er svo mikið að grænmeti hérna. Og þetta var rosalega mikil hefð hjá Kýpverjum að borða grænmetismat eða sérstaklega þá baunir, mikið af baunum og svoleiðis. En það var eiginlega alveg dottið út úr. Og mér fannst það yrði að koma samt einhvað nýtt, ekki að vera bara með þetta hefðbundna baunarétti sem voru með í tómatsósu. Og bara, ég verð að segja eins og að fyrsta bókin sem ég átti var Hagkautsbókin, Grænn kostur, og ég bara byrjaði á því að elda úr henni. Og það bara gekk svo rosalega vel. Og svo náttúrulega verður, þú veist, öll breytin sem þú gerir verður náttúrulega þínar uppskriftir á endanum. Af því að þú getur ekki notað öll hráefni sem verið að nota til dæmis á Íslandi. Þú verður eiginlega að breyta til og nota það hráefni sem til hér. Þannig að þetta var bara ísinn, bara svona vígan. Það var æðislega vinsæll. Og náttúrulega auðvelt að fá hráefni í mikið grænmeti hérna? Já, það er rosalega mikið grænmeti hérna. Ekki svo dýrt, en samt svona þegar þú ert að búa til grænmetisréttar það er rosalega mikið grænmeti. Þannig að þetta kemur eiginlega bara upp á móti því sem þú ert að borga fyrir kjötmeti og annað. Hvað segja viðskiptavinirnir? Vita þeir að þú ert íslensk? Já, og bara þeim finnst það svo frábært út af því að allir sem að segja við mig, mér langar að fara til Íslands, og hvert er best að fara og hvað á ég að gera, og svo fer maður svo bara alveg í kleinu að því maður alveg, ég verð að fara að googla og bara vita hvað er að ske, sko, til þess að geta sagt fólkinni hvað að gera. Og ég er alltaf með svona íslenska bók, alltaf kíkt í bókina, skoðaði bara og svo fer ég bara, þú veist. Þannig að það eru rosalega margir sem vilja fara til Íslands. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri fjölmenningarmála í Reykjanesbæ, búin að vera 1 ár í starfi. Þetta var nýtt starf hjá sveitarfélaginu og hvað hefur drifið á þína daga? Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér í Suðurnesja Magasín. Það er nú aldeilis margt búið að gerast hér í Reykjanesbæ og búið að vera virkilega skemmtilegt hjá mér í þetta ár sem ég hef starfað á þessum góða og skemmtilega vinnustað. Þetta er gaman að koma svona tilbaka á sína heimahaga og fara að vinna að samfélagsmálum og við erum búin að vera að gera líka hlutum. Aðalmálið var að styrkja og efla fjölmenningar samfélag Reykjanesbæjar og það er hægt að gera með svo mörgum leiðum og svona það sem að vakti mesta athygli og ég vona að hafa bara ekki farið fram hjá neinum að við vorum með pólska menningarhátíð í nóvember í fyrra í tengslum við þjóðhátíðardag Póllands og sem er vel við hæfi fyrir Reykjanesbæ að því hér búa 3000 íbúar með pólskt ríkisfang sem er náttúrulega bara eins og þorp, íslenskt þorp, 3000 manns, rúmlega 3000 manns. Þannig að það er vel við hæfi að við fögnum hér svolítið pólskri menningu og við erum farið að gera það aftur núna í nóvember og við erum með svolítið húllumhæ í kringum það. En svo hefur hlutverk mitt verið líka alltaf bara að horfa á alla leiðir tækifæri í samfélaginu, tækifæri fólks af erlendum uppruna og spyrja okkur alltaf, aftur og aftur, hvort að við séum samfélag sem eru opið fyrir öllum og hvort að allir hafi í raun og veru jöfn tækifæri í samfélaginu okkar. Og þú ert búin að vera að spyrja þig þessara spurninga á þessu ári, en ertu búin að fá svörin við? Ég er búin að fara hansi við og við erum með erindi sem heitir Hugvekja fjölmenningu og menningarnæmi sem að mér finnst alltaf svona prestlegt, með þessa hugvekju og við verðum að ræða mikið kærleikann og hvað við bara getum gert hvert og eitt okkar og já, ég er alveg búin að vera að fá svolítið svör og við erum verið að skoða þetta og ég bara, mér finnst mjög mikilvægt að við séum líka alltaf að spyrja okkur sjálf og það sem að ég hef verið að ræða er að þetta sé svona tvíþætt, annars vegar að við séum að taka pláss og allir sé að taka pláss, stíga fram, segja okkar skoðun
og vera vinsamleg í samskiptum og hins vegar að búa til pláss. Og við sem erum í forréttindahópi í samfélaginu, við þurfum líka bara að vita það að við erum í forréttindahópi, við sem erum og sérstaklega við sem erum héðan og þekkjum alla kima samfélagsins, að við séum að skapa rými fyrir aðra til þess að geta fengið þessa pláss og fyrir þá sem það meira áskorun að taka pláss í samfélaginu. Hvernig upplifir þú pólska samfélagið? Er þetta lokað samfélag eða eru Pólverjar duglegir að fara út úr sínum hóp og vera með heimamönnum, ef við getum sagt svo? Þetta er pínu svona flókið, finnst manni að hugsa þetta, því að þannig að ég spyr, þú veist, hvernig upplifir þú þetta? Ég upplifa okkur öll bara svolítið á þessu hjóli lífsins. Við erum að vinna og við erum að sinna okkar og við erum að sinna fjölskyldinni og svo er dagurinn búinn og svo byrjar upp á nýtt. Og við erum öll þar á hvaða uppruna sem við erum. Og ég held að fólk á pólskum uppruna, íslenskum með einhverjum öðrum, það er þarna. En þá er það, sko, hvar er tækifæri til þess að við séum svolítið að mynda heild og við þurfum að vera meðvituð það þegar við búum í samfélagi, hvernig samfélag við viljum búi og akta það. Við erum hvert og eitt okkar, hvaða uppruna sem við erum. Ég upplifi, við erum að tala 3000 einstaklinga á pólskum uppruna, ég upplifi þá ekkert sem eitthvað eitt. Þeir eru bara með eins margbreytilegir og við hin. En ég segi nú bara varðandi pólsku menningarhátíðina, þar erum við með sjálfboðaliða pólskum uppruna. Mér finnst svona tvennt sem að einkennir þeir eru stórhuga, þeir eru að hugsa stórt og þeir eru framkvæmdaglaðir. Og þegar það tvennt fer saman í einhverjum einum viðburði, þá verður bara eitthvað annað til. Og við fundum það hérna í fyrra af bara svona eitthvað lítill viðburður sem átti að verða. Hann bara æðislega flottur og minningin yljar og við vorum hérna með bókasafnið smekkfullt af fólki og ætlum að færa okkur í Nesvelli núna og vera með stærri hátíð og fleira fólk. Þannig ætlum að breyta Nesvellum núna í pólska menningarhátíð sem er bara tengt þessu, eins og þú segir hverjir eru Pólverjar, hvernig eru Pólverjar. Þeir eru allavega þessi sem ég hef kynnst í gegnum þetta, þeir eru stórhuga og framkvæmdaglaðir. En áður hún segir okkur frá pólsku hátíðinni sem að þið erum að fara að halda með þeim. Veistu eftir þetta árið hvernig þessi 3000 manna hópur Pólverja, hvernig hann er að fungera í samfélaginu og hvernig hann samsettur? Er þetta fólk sem bara að koma að vinna? Er þetta, veistu hvaða stór hópur í þessum 3000 manna hópi sem bara telur sig vera orðna innflutta eða vilja bara setjast hérna að? Ertu búin að komast að þessum hlutum eitthvað? Eða eru bara einhver stór hlut af þessu sem bara koma að vinna, hjálpa okkur hérna í hagkerfinu og fara sáttur heim? Ég held að fólk hugsi það oft sem tímabundið og við skoðum aldursamsetningu í hópnum. Þetta er mikið til. Fólk á vinnumarkaðsaldri, hann 21 til 45 ára, færri börn, nánast einhver þeir sem eru eldri en 55 ára, ég ætla ekki að nota orðið eldri borgarar fyrir þá, en það er færri yngri, þetta er fólk á vinnumarkaðsaldrinu. Þannig að vísbendingarnir eru það að fólk sé að koma hérna til þess að vinna og kannski hugsa sér að fara aftur. En við sjáum það alveg hjá okkur og líka, þú veist, nú eru fólk, að því við erum svolítið að tala núna fólk á pólskum uppruna, því það er bara langfjölmennasti hópurinn í Reykjanesbæ, það dvelst svo áfram. Þó það hugsi sér fyrst mögulega að koma í skamman tíma að það dvelst það svo áfram. Og þá er þetta líka spurningi hvernig við getum búið til tækifæri og hvatt fólk til þess að koma strax inn, stíga strax þetta skref til þess að taka þátt. Og við erum með rosa mörg og flott tækifæri. Ég hef verið í samstarfi við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Þar hafa verið núna á þessu ári einhver 50 íslensku námskeið með 500 til 600 nemendum. Þannig að við erum með fullt að gerast og annað svona flott fyrirtæki hér sem heitir Saga Akademía sem er pólska móðurmálskennslu fyrir börn. Þannig að það er mjög mikið af tækifærum sem er verið að skapa, ekki bara Reykjanesbær sem sveitafélag, heldur bara önnur fyrirtæki og stofnanir á svæðin okkar. Eru margar áskoranir eðlilega? Í svona samfélagi? Já, það er bara samskipti eru alltaf áskorun og það er það sem
á hug okkar allan yfirleitt að það eru alls konar samskipti í fjölskyldu og hjóna og leið og fólk af ólíkum uppruna þá oft meiri áskorun í samskiptum og taka tillit og annað. Þannig að ég held að það kjarninn í því, kjarninn eru samskipti og þetta, við nota orðið svona menningarnæmi, hvað þýðir það? Það þýðir bara að við séum að hlusta og við þurfum aðeins að staldra við og hlusta á þá sem við erum að tala við. Hvað fólk raunverulega að segja? En eru Pólverjar duglegir að taka þátt í menningu og íþróttum? Nú veit ég að þið hafi verið með unga Pólverjar sem eru aldir upp í rauninni á Suðurnesjum, sem hafa verið að fara í skólana og tala við fólkið. Er það ekki unga fólkið? Jú, algjörlega. Við erum með verkefni sem snýr gagngert að því að auka þátttöku barna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi með áherslu, sérstakri áherslu á börn af erlendum uppruna. Það var okkur tilfinning að börn af erlendum uppruna væru síður að skila sér í skipulagt starf og við höfum verið að fara að tala við þjálfara þannig að við séum að taka þessi auka skref í að hvetja börn sem það meiri áskorun að taka þátt til þess að koma, mæta á æfingarnar og vera með og það að skila árangri og við erum mitt í miðju á slíku verkefni og erum bara virkilega gaman að segja ykkur betur frá því og við erum einmitt að fara af stað með því að vera með erindi inn í skólanum og tala við börnin, við þjálfarana að því allt snýst þetta þessi persónuleg tengsl og tengja við að það ekki nóg að þýða efni eða henda upp auglýsingum. Við þurfum að taka þessi aukaskref. Hefurðu orðið vör við eitthvað rót í pólska hópnum núna, svona kannski í ljósi þess að ferðamannaðiðnaðurinn það var aðeins hægst á vexti þar og eitthvað talsvert uppsagnir í vinnunni á þessu ári? Hefurðu svona, þeir að fara heim til sín eða þeir áfram með það? Okkur sýnist ekki að það er engar breytingar í tölunum okkar síðan bara núna í vor og svo aftur í haust. Við erum aðeins búin að skoða þetta tvennt. Það er ekkert sem verðist vera að breytast hjá okkur. Þannig að auðvitað uppsagnir eru alltaf erfiðar og það vont að fá uppsagn í vinnunni og vera fyrir utan vinnumarkaðinn. En hvort það sé einhver meiri rót í þessum hópi í heildina, ég held það ekkert svona heilt yfir frekar en bara hjá okkur öllum. Okkur umhugað samfélagið okkar og við viljum að fólk hafi atvinnu og geti bara spila með í samfélaginu. En nú, við vitum að meirihluti þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eru innflytjendur, Pólverjar þar af leiðandi stærsti parturinn af þeim. Veistu hvort að þeir séu ennþá eða fara til síns heima eða? Nei, okkur sýnist... Bíða eftir að komi önnur tækifæri í vinnu? Já, þeir virðast vera að leita vinnu hér hjá okkur sem betur fer og við náttúrulega erum bara að gera ráð fyrir því að þessi svona hjól sem hafa hægst aðeins að þau fara bara af stað aftur og við náum okkur og við erum nú þekkt fyrir það að ná að standa aftur upp. Þannig að ég vona bara að fólk verði áfram og þessar tölur sem sýna að fólk af erlendum uppruna sé meiri mæli á atvinnuleysisskrá heldur en aðrir. Það svona kannski sýnir af þeir sem tala síður íslensku, hafa búið skemur, missi vinnuna fyrir en aðrir, en samsetningi hópsins ekkert mikið ólík því sem gerist bara í samfélaginu okkar. Eins og ég sagði, langflestir eru á þessum vinnumarkaðsaldri, þannig að stór hópur íbúanna sem á þessu aldurspili af erlendum uppruna. En að lokum svona að pólsku hátíðin ykkar, Já, þakka fyrir. Já, við ætlum að blása í lúðra eins og í fyrra og það gekk mjög vel í fyrra. Já, við ætlum að gera það. Það gekk alveg stórkostlega vel í fyrra eins og ég kom inn á áðan og varð mjög hátíðlegt og við stefnum að því að gera aftur. Við ætlum að breyta Nesvöllum í bara pólska menningarhátíð og bjóðum alla velkomna á þá hátíð. Viðburðurinn opinn öllum og engin aðgangseyri og við segjum ofta að hann gleður auga, eyru og maga. Þannig að það verður sett upp pólskt street food markaður og það verður fólk sem gerir mismunandi pólska rétti og getur gengið þarna á milli og þemað í ár eru persónulegar sögur af því eins og ég var að tala um á það. Það þetta persónulega sem skiptir máli. Og í fyrra sögðum við svolítið sögu Póllands og pólska menningu. Nú ætlum við svolítið að segja sögu fólks sem býr hérna í Reykjanesbæ. Og við erum með sjálfboðaliða sem að vinna í því
taka viðtöl við fólk á pólskum uppruna og verður sett upp sýning þar sem að verður mjög spennandi og ég hvet alla til að koma á þennan viðburð. Þannig að verða myndir og sögur og myndbönd og annað. Og svo ætlum við líka að breyta einu herberginu í svona pólska setustofu, þannig að getur komið heimsókn á pólskt heimili og þannig að allt verður gert til þess að hafa persónulegt og notalegt andrúmsloft á Nesvöllum 9. nóvember á pólska menningarhátíð. Og hvað svona einhver forsmekkur af því tónleikar á sunnudaginn? Já, sendiherra Póllands á Íslandi, hann Gerard og Kjartan Már, bæjarstjóri, þeir bjóða til fagnaðar. Árstíðarnar 4, hvorki meira né minna, eftir við valdi, verða settar upp í Hljómahöll klukkan 4 á sunnudaginn og það eru svo sannarlega allir hvattir til að mæta þar líka og er einstakt tækifæri til að fara á slíka tónleika með afburðar hljóðfæraleikurum. Og við erum með Hljómahöllina, við erum með svo mikið af hæfileikaríku fólki og við erum bara að njóta þess að búa í þessu samfélagi sem er svona margbreytilegt og skemmtilegt. Leiðu þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað okkar sem er dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum í hverri viku. Alltaf nýtt efni í blaðinu. En svo erum við á vefnum, Víkurfréttavefnum, www.ff.is, alla virka daga með nýjar fréttir og einnig helgar. Og þá er það loks kylfingur.is, þar eru golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesja magasíni getið séð á hringbraut.is og á Víkurfréttavefnum www.ff.is. Við þiggjum góðar ábendingar gott efni. Við erum alltaf að, þannig endilega láta okkur vita. En við kveðjum héðan úr Grindavíkurhrauni í þessari viku í haustblíðunni. Takk fyrir okkur, verið sæl.